Komið sæl, Hafsteinn heiti ég og er lektor í tölvunarfræði við Háskóla Íslands og ég ætla að segja ykkur aðeins frá meistaranáminu í hugbúnaðarverkfræði. En það er kannski fyrst spurningin, hvað er hugbúnaðarverkfræði? Hugbúnaðarverkfræðingar smíða og nota verkfæri til að þróa stór hugbúnaðarkerfi á hagkvæman hátt og þeir tryggja að lausnirnar séu villulausar og gagnlegar. Þeir bera ábyrgð að tala við hagsmunaaðila, stýra verkefnum til að tryggja að hugbúnaðurinn sé tilbúinn á réttum tíma og innan fjárhagsáætlunar. Í meistaranámi þá sérhæfa nemendur sig á ákveðnu sviði og þeir læra að skapa nýja þekkingu. Sérfræðiþekking og ekki síst það að kunna að skapa nýja þekkingu nýtist í starfi að námi loknu eða sem undirbúningur fyrir áframhaldandi nám. En hvert er þá viðfangsefni námsins? Nemandi ber sjálfur ábyrgð á því að velja námskeið á því sviði sem hann vill sérhæfa sig í. Til dæmis geti nemandi valið sérhæfingu í gervigreind, forritun ofurtölva, öryggi tölvukerfa og svo framvegis. En einnig er boðið upp á lesnámskeið á sérhæfðum sviðum. Þannig að ef nemandi er að leita sér að þekkingu sem er ekki í dag aðgengileg í formi námskeiðs innan Háskóla Íslands, að þá er hægt að búa til lesnámskeið í kringum það viðfangsefni. Svo eru nokkur skyldunámskeið eins og til dæmis gæðastjórnun, prófun hugbúnaðar, viðhald hugbúnaðar, stjórnun fyrirtækja og skipuheilda. En með því að gera rannsóknarverkefni þá lærir nemandinn meðal annars að skapa nýja þekkingu á sérhæfðu sviði með vel þekktum rannsóknaraðferðum og að skipuleggja hvernig að kynna og hagnýta þekkinguna. Það er grunnur á bakvið það að temja sér sjálfstæð vinnubrögð. En hver er svo samsetning námsins? Það þarf að ljúka 120 einingum fyrir lokapróf og það er skipulagt sem 2 ára nám, en það er einnig hægt að taka námið á lengri tíma og námið samanstendur af 60 einingum í námskeiðum og þaraf er það bil helmingur skyldunámskeið og 60 eininga rannsóknarverkefni. Að minnstakosti 30 einingar skulu vera af námsbraut í hugbúnaðarverkfræði. Það eru námskeið tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða reikniverkfræði, en síðan getur nemandi tekið fjölbreytt námskeið úr öðrum fögum. Og til þess að komast í meistaranám í hugbúnaðarverkfræði, þá þarf BS Pro í hugbúnaðarverkfræði eða skyldri grein með meðaleinkunn 6,5 eða hærri. En nemendur með BS Pro í raunvísindum, verkfræði eða sambærilega prófgráðu frá öðrum deildum og skólum þurfa að taka forkröfur án eininga eða hafa lokið samsvarandi námskeiðum í fyrra námi sínu. Og þetta er kynnt nánar í kennsluskrá. En ef eitthvað af þessu er óljóst eða þið hafa eitthvað spurningar, þá hvet ég ykkur til að hafa samband við nemendaþjónustu verkfræði og náttúruvísindasviðs á netfangi sensgraduate@hi.is. En ég ætla aðeins að fara með ykkur yfir dæmi lokaverkefni sem boðið er upp á í hugbúnaðarverkfræði. En hérna er verkefnið sameining nytsemisvillna með aðstoð gervigreindar. Og Ebba Þóra Kvanberg leiðbeinir því verkefni. Og það gerir spurningin, hvernig er hægt að sameina villur sem finnast í prófunum á notendaviðmótum með aðferðum úr máltækni og gervigreind. Og hérna verður þetta að skrifa sameiningu nytsemisvillna í veflausn, studda með gervigreind eða samsetningu nytsemisvillna með greiningu á texta og myndskeiðum eða með greiningu á rökfærslu. Þannig að það eru margir möguleikar í boði þessu áhugaverða verkefni. Hérna er annað verkefni sem ber titilinn að rissa með tilgangi sem Matthías Bók leiðbeinir. Og hér er spurningin, hvernig getum við á samskipti við hugbúnaðarverkfræði tól með því að rissa? En hvernig getum við rissað ekki bara til að teikna óformleg líkön heldur sem aðal indagsleið? Það er að segja að við ætlum ekki lengur að nota mús eða lyklaborð til að framkvæma eitthvað flókin verkefni, við ætlum bara að teikna á skjá og nota það sem leið til að stýra tölvu. Og hérna er dæmi ritgerðarefni, markmiðið gæti til dæmis verið að þekkja eitthvað texta eða form á skissuformi
eða tengja skissur við einhvern kóða þegar það er verið að forrita, eða átta sig á því hver ásetningur notanda út frá því sem menn að rissa. Og markmið einnig að útfæra einhverjar frumgerðir sem byggja á viðmóti af þessum toga. Hérna svo annað verkefni sem heitið bestu venjur hjá sprotafyrirtækjum í hugbúnaði sem Helmut og Matthías leiðbeina. Og hérna spurningin, hver eru algeng vandamál og venjur við þróun hugbúnaðarfrumgerða í upphafsfasa íslenskra sprotafyrirtækja? Og hérna eru dæmi ritgerðarefni að taka viðtöl við íslensk sprotafyrirtæki, þróa einhverja kenningu venjur í hugbúnaðarþróun og bera þetta saman við hefðbundnar aðferðir eins og til dæmis agile hugbúnaðarþróun. Og hérna verkefni sem ber titilinn hugbúnaðarverkfræði aðferðir fyrir ofurtölvur og vélrænt nám eða gervigreind sem Helmut leiðbeinir fyrirgefið, en hérna mynd af Morris við hliðina. Hérna spurt, hvernig hægt að nota sannreyndar aðferðir úr hugbúnaðarverkfræði til að þróa hugbúnað fyrir ofurtölvur og vélrænt nám. Og dæmi ritgerðarefni hér til dæmis að laga kóða fyrir ofurtölvur eða endurgera kóða fyrir ofurtölvur með sjálfvirkum hætti eða prófa ofurtölvu kóða með sjálfvirkum hætti eða að prófa vélnámsaðferðir með sjálfvirkum hætti. En þá kannski spurt, hver eru tækifærum að loknu námi? En hugbúnaðarverkfræðingar, þeir vinna náið með fólki í ýmiss konar fyrirtækjum við hönnun lausna, til dæmis í viðskiptum, ferðamálum, stjórnsýslu, iðnaði, heilbrigðissviði og afþreyingu. Og að loknu meistaranámi geta nemendur sótt leyfi til iðnaðarráðherra til að geta kallað sig verkfræðing. Og námið undirbýr nemendur fyrir doktorsnám hér á landi eða erlendis. En það var ekki meira sem ég vildi segja ykkur í bili. Ég hvet ykkur til að nýta þjónustuna okkar og þið getið haft samband við nemendaþjónustuna ef þið eru með spurningar. Senda okkur tölvupost á sensgraduate@hi.is í gegnum netspjallið eða með því að hringja. Umsóknarfresturinn til 15. apríl og þið getið sótt á hi.is. Og lokum vil ég bara segja að hugbúnaðarverkfræðin snertir nánast allar atvinnugreinar. Skapaðu framtíðina með hugbúnaðarverkfræði. Takk fyrir.